Það aldeilis að manni hefur verið búið gott borð, vasklas meira sig. Þarna kerti, kveikjari. Ef ekki að kveikja á kertunum. Ef við getum kveikt, jú. Kveikjum á kertunum. Við kveikjum einu kerti á og núna númer 2. Vasklasið, það fylgir með. En komið sæl, kæru vinir, og gaman að vera með okkur. Tek ofan gleraugun. Hvað eru þið nú að gera hér? Fyrir framan mig bók sem þú veist hver er. Veist það núna, þú sérði nafnið. Nafnið Biblían. Og þetta merkileg bók. Og þessi bók ein með öllu. Og hún meira að segja merkt í svona blöðum. Vegna þess að sumir sem að fletta í Biblíun og tala upp úr Biblíunni, þeir merkja staðina sem þeir hyggjast vinna með og vinna upp úr. Það mjög góð leið og fljótleg leið, en afsakið aðeins. Við sem notum gleraugu þurfum sumir 2 gleraugu, ein til að lesa með og hin til að hvað. Ég sé að þau eru svo stór kertin að ég kemur mikið fyrir. Við sjáum eitthvað núna. Ég beð afsökunar, en öllu verður á eitthvað smávegis og mér líka. En núna sjáum við ljósið. Ég þótt að velja aðeins minni kertastjaka, lagri. Við gerum það næst. En það sem sagt Biblían sem við erum að skoða og höfum áhuga fyrir. Og við þessir gleraugnaglámar, einu sinni voru við kallaðir það. Það var áður maður fór að nota sjálfur gleraugu, þá kallaði maður þá gleraugnagláma. Svo eftir að maður sjálfur var gleraugnaglámur, þá fór maður að nota þetta. Og fór að nota þetta vegna þess að maður þurfti að nota þetta. Og ég þarf vegna aldurs að nota þessa ágætu gleraugu ef ég ætla að lesa í þessu fallega orði Guðs. Þessi þýðing frá, hún orðin alveg hrikalega gömul. Þetta ekki gríska Biblían. Ég vildi að ég geti litið í hana því hún víst alvöru þýðing. Þessi allavega ekki nýþýðing, en samt í gildi vegna þess að þetta orð Guðs. Og þau orð sem að hér eru skráð og skrifuð eru orð Guðs og meira gild orð Guðs. Þannig að við getum alveg verið róleg með það. Og meðan við erum að fletta í Biblíinu, læra henni og lesa, þá verðum við að lesa hreint, tært Guðs orð. Þetta skulum við ekki láta neitt brengla í okkar huga. En þetta sem sagt bókin. Og þú sérð kjölinn, það stendur þarna Biblían. Og mörg heimilir eftir að sagt, eru með þennan kjöl með fullt af öðrum bókum í bókahillunni sem ekki frekar en þessi bók tekin fram, heldur bara og allar bækur eru þetta til þess að lesa og ef þú vilt heiðra höfund þá lestu verkin hans.
en allur gangur á því hvernig við gerum þetta. En sumir hafa þann sið með Biblíuna að bara hreinlega gera ekkert með hana. Af hverju? Hver skilur fólk? En það er alveg skiljanlegt. Við svo sem við þetta tölum alltaf við þetta trúað fólk eins og við höfum alltaf verið trúað, sem er ekki rétt. Þetta er gjöf sem Guð gaf okkur. Og þegar gjöfin var komin, sem heitir heilagur andi, þá fórum við að stúdera þessa yndislegu bók sem heitir Orð Guðs. Við gerðum það ekki á undan, af því að kenningin er sú að við höfðum engin skilyrði. En núna, ef við viljum, öll skilyrði til að lesa og nema, og ég er ekki lengur með afsökun til að lesa ekki, þegar við hlið mér er íslenskt vatn og mér til hægri og vinstri handar ljós sem að kertin gefa, og allt er þetta nú tilerendi kirkjulegu starfi. Er ekki rétt? Þegar þú ferð í kirkju, og þegar við tölum að fara í kirkju, þá er nú yfirleitt áttu þjóðkirkju, það skiptir ekki máli, segjum bara þjóðkirkju. Þá sérðu nú slatt af þessu, eitthvað slatt af svona bókum, fólk með glerugu, eða ekki glerugu, fólk sem að beri hjarta sínu trú, eða er með svona kannski enga trú, en má þó eiga að vera á staðnum, þar sem hvað, jú, trúin er boðuð. Þetta er það sem að presturinn vill segja úr púlti, og við þetta trúað fólk viljum segja úr púlti, og flestara siður er að lesa úr orði Guðs, og flestir sem að ætla sér að vinna með orð Guðs hafa undirbúið þetta með einhverjum hætti og merkt við annarkort á blaði, sumir stinga miða í bókina og fletta svo hérðan og hinga, segjum það, að þá eru þeir komnir akkurat á staðinn sem að þeir ætluðu að lesa. En við erum ekki endilega að gera núna vegna þess að við erum ekki búin að ákveða neitt hvað við viljum lesa. Það getur samt vel verið að við tínum eitthvað fram, sjáum til. En hvatningin er að Biblían, sem er svona útlítandi í bókarekkanu þínu líklega, að það ætlast til þess, og hún var gefin út til þess að vera tekin fram, og hjá fólki sem að notar Biblíuna mikið, þá er þessi bók bara aldeilis ekkit upp í rekka. Og veistu hvað hún er? Hún er við rúmið á náttborðinu þar, eða hún er þar sem að maðurinn er oftast að verki heima, og þá getur hann teygt hægri höndina sína fram og tekið bókina niður þar sem hann er að vinna og byrjað að fletta. Áhugavert hér, segir hann. Setur upp gleraugun því hann sér ekki stafina. Og mikið rétt, þeir eru allir komnir ljós. Þannig vinnum við Biblíuna, þannig fræðust við af Biblíunni og þannig verðum við bara, fróð í Biblíunni, og það er spennandi. Það er spennandi að vera fróður í Biblíunni. Segjum við eftir að trúin er komin til skjalana.
Þannig að trúin er til alls fyrst. Og þá er bókin, fallega bókin okkar, sem hefur verið til í árhundruð á Íslandi, líklega frá kristnitökunni, sem er eitthvað rúmlega 1000 ára gamalt fyrirbrigði. Það má búast við því að íslenska þýðingin af Biblíunni hafi komið svona fljótlega upp úr því. Mér er ekki kunnugt hvenær Biblían kom fyrst út á Íslandi, en það eru aldir síðan. Og þetta verk sem þú sér hérna og þú þekkir úr bókaskapnuðinum er bara þar, hefur verið gefið út, og þeir tímar ekki lengur við líði að prestar fengju bara eitt blað úr Biblíu vegna þess að það voru svo fáa til, og þetta eina blað gekk á milli presta og þeir kallakariðin voru að predika upp úr þessu eina blaði sem þeir höfðu, sem var þó betra en að gera ekki neitt. Þannig að við sjáum að þetta er þykk bók, hundruðir blaðsíðna, að svolítið hefur nú vantað upp á kennslu hjá manna greijanum eða ekki meira í höndunum heldur en þetta. En þó má segja að þeir hafi verið haft afsökun. Þeir gátu ekkert gert betur vegna þess að Biblíur voru ekki fleiri til, voru bara ekki til nema eitt eintak einhvers staðar, og svo voru menn að rífa úr blað sem við eigum ekki að gera til að prestarnir hefðu þó eitthvað til að móða úr, vinna með. En við kaupum Biblíuna, við viljum eiga Biblíuna. Það held ég varla til heimili sem ekki á Biblíu, og margar eru með þessa stöðu á Biblíunni. Við hliðin á Biblíunni, öðru hvor megin við, er ritsafn, herra, nefnum engin nöfn, og það er eins með það að við viljum eiga þetta ritsafn, herra, en við viljum ekkert líti í það. Þetta er svona tugga á Íslandi að segja að mann líti ekki í það en vilji eiga. Af hverju? Merkilega bókmenntir sem við viljum ekkert kynna okkur. Og ef þú vilt eiga merkilegar bókmenntir, þá er þetta bókin. Það nú sérð að hún blasir við þér núna. Þú ert að horfa á þetta efni og svo horfur upp og þar er bókaskápurinn og þar er þetta alveg svolítið bara æpir á þig. Og hvað meira? Æ, góða, farðu nú að lesa mig, segir bókin, eða góði. Því hún er til þess. Hún var fengin okkur jarðarbúum til að fræðastu af henni, lesa upp úr henni og kenna öðru fólki af orðum þeim sem standa hér. Það sem við erum í núna er Gamla testamentið, og það var það sem var gilt áður en Kristur kom til jarðarinnar. Þannig að orðin sem að hann kendi lærisveinunum eru upp úr Gamla testamentinu, því að Nýja testamenti kemur ekki fyrir einhverjum árum eða jafnvel áratugum eftir að Kristur er upprisinn, og töluvert eftir að kirkjan er stofnuð, og ég og þú vitum hvenær kirkjan er stofnuð. Það er að segja, ef að þessi bók er ekki bara svona heima, hefur aldrei verið tekið niður,
og enn æpur hún á þig, ég sé það bara á þér, hún er æp á þig. Farðu nú að lesa mig, kæra vinkona eða kæri vinnur. Það er góð hvatning. En þetta er það sem að þessir menn höfðu og það sem að þessi bók gerir er að þetta er allt saman virt. Það er merkilegt að hugsa til þess. En við erum ennþá í Gamla testamentinu, við erum núna í orðskviðunum, þú hefur nú kannski lesið orðskviðina, eða ertu kannski að heyra þetta orðskviðir í fyrsta skiptið og þá er nú aldrei skammað fyrir þig að hafa heyrt því að þau eru gríðarlega fróðleg og geta aukið þér þekkinguna upp úr öllu valdi því að þau segja þér, eins og allt annað orð Guðs, sannleikan alls konar í þínu farið og mínu auðvitað. En þetta er sem sagt Gamla testamentið, þú sérð. Við erum ekki búin með Gamla testamentið, þetta er nú dálítið mikið, þetta er svolítið þykkt, ekki? Sérðu það ekki hérna? Jú. Ég er ekki með tóma stokk, en ef ég myndi skella honum á þá væri þetta svona hvað 5 cm, nei, svona 4, 3, 4. Það er nú svolítið mikið af blöðum, þú sér það, þetta er svolítið mikið af blöðum. Þetta er alveg heill hellingur af blöðum. En þetta er aðeins meira en helmingurinn af bókinni sem hefur svo lengi staðið í þessari stöðu við hliðin á ritsafni Herra og þú ert hvorugt af þessu lesið. En kannski gerir þú núna eitthvað skurk í því að fara nú að fletti í þessari bók og ekki sem meira, taka hann allavega niður og blása af henni rykið því allt safnar þetta á sig ryki, svo getur fengið vatn og eftir þú vilt og ef þú vilt hafa þetta virkilega huggulegt þá kveikir á kertum. En passar þér á því að gera ekki eins og ég, að því þetta er allt svo hátt, að vera ekki með að staðsetja sem að ljósi sést ekki, því að það er ekkert gaman að vera með kerti sem ekkert ljós sést á. Þannig að þú þarft að laga þetta á til eins og sást að ég gerði. Kennarinn gerði, hann var náttúrulega að gera þetta rétt til að kennslan verði virk. En við erum sagt að grúska í Biblíunni, við erum ekkert verið að lesa neitt ennþá og við erum ennþá í Gamla testamentinu og þú sér að það er ennþá, þetta er alveg svakalega þykkt. Og hér erum við komin í kafla sem heitir Jeremía. Jeremía var spámaður Guðs sem fólki fór svolítið illa með, veistu af hverju? Trúin var ekki mjög hátt skrifuð á þeim tíma og þeir voru bara hver með sína kenningu. En Jeremía er sendur til jarðarinnar til þess að koma vitinu fyrir þetta lið, kongana sem áttu að leiða en voru villur vegar í afstöðinni til Guðs sem þeir þó áttu að þjóna og sögðust þjóna. Kannski var ástandi svona heima hjá þeim í höllinni. Biblían var til en bara með hinum öllum ritsöfnunum, segjum það, sem enginn nefnt að lesa. Og þar var ein bók sem heitir Gríska orðabókin, sem var nú aldrei í skoðu félustaður. Veistu, af hverju? Af því það var aldrei litið í hana. Og kannski var Biblían flottur félustaður fyrir einhvað sem þú vildi ekki að neitt segi, stundum er það þannig, þá settir hana kannski inn í Biblíuna. Því hún var aldrei hvort þið opnuð. En við erum ekki fólkið sem opnum ekki Biblíuna og við erum heldur ekki fólkið sem höfum þessa stöðu á Biblíunni við hliðina á ritsafni Herra.
Nei, nú ætlum við að taka hana niður og við ætlum að fara að hafa hana þar sem að fólkið er. Veistu af hverju? Því að orð Guðs er skrifað fyrir fólkið. Það er ekki skrifað til þess að standa við hliðina á ritsafni Herra, ekki það fyrir að það vilji gera lítið úr ritsafni Herra, en hún er þarna, er til vegna þess að ætlast er til að hún sé notuð. Við erum ekki enn farin að lesa neitt, það er ekki víst við lesum neitt. Það er ekki nóg að setja upp glerugun, maður eru líka að lesa, en við sjáum til með það. En núna erum við komin í annan spámann sem heitir Esekiel. Og spámenn á þessum tíma voru útstendarar frá Guði. Þeir voru að því leyti til alveg sérstakir að þeir fengu orð frá Guði, bara þessi spámenn, til að flytja fólkinu. Og voru þekktir sem þessir menn sem fluttu orð frá Guði. Nú blasir við mér Daniel. Þú kannski hefur heyrt Daniel sem var fleygt til ljónana og ljónin áttu að rífa Daniel í sig, en þau gerðu honum ekkert megin. Veistu af hverju? Að því drottinn var þar. Hann bara hélt þeim frá honum. En var það ekki annars með Daniel? Jú, var það ekki, ég held það. Og við erum áfram að fletta hér í Biblíunni, að því við tókum hana nú loksins niður, hún er ekki lengur svona. Við liðin á, ég vil ekki segja það aftur. Og við erum hérna með lokakafla Amos og svo kemur Óbadía. Það var einn af þessu spámönnum, eins og sagt minni spámönnum drottins. Það er ekki mikið sem hann fær, einhverja nokkra blaðsögur bara. Og svo hann Sakaría hér, að þegar við erum enn í Gamla testamentinu, hann er ekki með í Nýja testamentinu. Svo kemur hann Malaki blessaður. Ég var að lesa eitthvað úr Malaki. Já. Svo lesa hérna úr Malaki. Við erum í annan kafla. Þetta er svo sem ekki neitt valið, en við skulum bara lesa það. Þetta er alveg svakaleg lesning. Annar kafli, fyrsta vers. Og nú útgengur þessi viðvörun til yðar, þér prestar. Ef þér hlýðið ekki og látið yður ekki það hugað að gefa nafni mínu dýrðina, segir Jahve, hersveitana, þá sendi ég yfir yður bölvunina og sný blessunum yðar í bölvun. Já, ég hefi þegar snúið þeim í bölvun að því að þér látið ekki það hugað sjá í högg af yður arminn og stráið saur framan í yður, saurnum frá hátíða fórnunum og varpa yður út til hans. Ekki fallegt? En eitthvað sem drottinn er að gera, tala af hverju, hann vil snúa þessu aftur að sér. Sjáu þið. Nú er Biblían ekki lengur svona, heldur ef ég snúið henni að mér og hvað, ég er að lesa hana. Það hefur við að gera. Sjáu þið hvað hún er þykk, Gamla testamentið. Þetta er gömul þýðing, eldgömular. Allt í lagi með það. Svakalega þykkt maður. Hún er orðin líklega 5 cm, nei, 4, segjum 4. En allavega orðið tölvöld mikið af blaðsíðum að því að þetta er svo allt svo þunnt. En svo erum við komin hérna að kaflaskilum. Malaki er sem sagt síðasta
síðasti kaflinn í Gamla testamentinu, hann heitir Malaki og núna fáum við aldeilis flott maður, það heitir Nýja testamenti og sjáðu, það nú ekki mjög þykkt, hvað ætli það sé alls, svona 3 sentimetrar segir það, ég var að mun eftir tómustoknu næstur ekki fyrir svona vinnu. Nýja testamenti, maður minn, lifandi. Það kom þess að með Kristi, eftir að Kristur var búinn að vinna sína vinnu, þá kom Nýja testamentið. Og Nýja testamentið gerir hvað? Þetta hérna allt úrelt. Kristinn maður, fylltur heilögum anda, sem sagt, þarf ekkert að hlusta á það sem að þetta að segja. Hann má að sjálfsögðu lesa þetta og hann má auðvitað nýta sér fræðsluna sem þarna í stórum bunkum. En þetta það sem hann fer eftir. Nýja testamentið. Orð Nýja testamentisins eru fyrir hinn kristna. Kristur komið eitthvað sem alveg spánýtt. Ekki rétt annars. Það rétt. Þetta að vísu miklu minna að magni til og Nýja testament, Gamla testamenti skrifað á alveg rosalega löngum tíma. Ég veit ekki alveg á hve löngum tíma, en þetta eru aldir þarna á milli á sumum stöðum. Þannig að menn voru að fá boðskapinn í Gamla testamentinu á löngum tíma. Einnig hvað varðar Nýja testamentið verður kúvending. Því að Nýja testamentið, og nú ætla ég að fá mig vatn, mér verður svo mikið þegar ég segja þetta. Nýja testamentið, nú tekið á hann gleraugun til að geta hugsa rökrétt. Nýja testamentið skrifað í ekki kannski svona bunu, en það skrifað á einhverjum áratugum líklega, en ekki öldum. Hver hóf skrifin, veit ég ekki, en veit að Páll, okkar blessaður postuli, á stóran hluta af Nýja testamentinu. Og þú sér þetta hérna datt eitthvað, allt í lagi. Þú sér, þetta auðvitað alveg hellingur af blöðum, alveg fullt auðvitað efni. Þetta miklu minna heldur en hérna með. Sérð. Það svolítið mikill munur á þessu finnst mér, en ef þú heldur að þú lesir þetta á einu degi, þá það rangt, þetta nú samt yfir hátt í 500 blaðsíður, bara þessi hluti, yfir 400 blaðsíður. En það gert á miklu hraðari hátt. Eftir áratugi frá því að kirkjan stofnuð, hygg ég að þeir hafa verið búin að fá þessa bók sem hér saman sett í eina bók með Biblíunni, og að því að við erum ekki lengur með hana í þessari stöðu upp í hillu hjá ritsafni Herra, heldur eru búin að taka hana fram og við gerum nú sotjar við opnuðum hana. Það var nú mikið sagt. Þá sjáum við að þetta Nýja testamentið og þetta mér gert, þessu mér gert að fylgja. Og þessu mér gert að læra af, lesa upp úr, kenna öðrum, sé ég kennari Guðs, þá nota ég þessa bók. Þetta að vísu, eins og vorum að tala gamalt gömul þýðing, en ef ég vildi, þá væri ég með alveg fullgilda kennslu
með því að kenna og nota reikningavessin eins og þau eru sett fram í þessari bók. En það nú kannski ekki viðeigandi, minn kæri vinur, að því að málið breytist. Það nú bara þannig. Meira þess að í þessari bók það svolítið öðruvísi málfarið en við eigum að venjast í dag. Ég var að lesa aðeins í þessu. Ég skal lesa hérna eitthvað. Við erum í 13. kafla Jóhannesar Guðspjalls og margir segja byrjendum svo gott að lesa Jóhannesar Guðspjall, en ég svo sem hef enga skoðanir á því, ég bara lestu orðið og þá ertu bara í hinum bestu málum. Í 22. versi segir, ég skulle lesa 21. lesa nokkuð vers. En Jesús hafði þetta mælt, komst hann mjög við í anda og vitnaði og sagði, sannlega, sannlega segi ég yður, að einn af yður mun svíkja mig. Þá litu lærisveinarnir hver á annan og voru í óvissu hvern hann talaði. Þá satt til borðs einn af lærisveinunum og hann hallaði sér upp á brjósti Jesús, lærisveinin sem Jesús elskaði. Honum gefur nú Pétur bendingu og segir við hann, segð þú hver sá sem hann talar um. Og hinn sem þannig hallaði sér upp á brjósti Jesú, sagði hann, Herra, hver það? Þá svaraði Jesús, það hann sem ég gef bita þann sem ég nú dýfi í. Síðan dýfði hann bitanum í, tók hann og rétti honum Júdasi, Símonu sinni Ískariot. Og takiði nú eftir. Og eftir þann bita fór Satan inn í hann. Hann komið að vendipunkti í sögunni og frelsisverk mitt það bil að verða að veruleika. Við þekkjum framhaldið. Við vitum að hann var saklaus dæmdur til að deyja á krossi. Allt að fyrirætlan drottins. En þar endaði ekki dæmið. Þar raun hófst frelsisverkið. Þarna, í kjölfarið á þessum atburðum, upprisinni, verður kirkjan til. Þetta allt saman í Biblíunni. Þannig að þú sem ert ennþá að horfa á kjölinn á bókinni, Biblíunni, við hliðina á, skalt ekki hafa hana það lengur. Þú skaltu grípa hana úr hillunni, toga hana niður, leggja hana frá þér á borð sem þú situr oftast við og svo skaltu byrja að lesa. Ég skipa þér ekki hvar þú átt að lesa. Þú mátt lesa frá blaði 71 ef þú vilt. En sem kristinn maður það Nýja testamentið sem gildir fyrir þig. Gamla testamentið, samkvæmt því sem Drottinn segir sjálfur, úrelt. Sem sagt, boðskapurinn í Gamla testamentinu hefur Nýja testamentið yfirtekið fyrir þig sem kristinn mann. Það eru gleðifréttirnar í málunum. En núna við fengið smávegis útskýringar á því hvers vegna ekki sé gott að vera bara með bókina upp í hillu. Þetta falleg bók, mjög falleg og glæsileg með öllum hinum ritunum. En ef þú vilt að hún nýtist þér, þá opnar hana.
setur á þig gleraugun af því þú sér ekki neitt frekar en ég, farið í vasklas, horfir á eldinn, en þú ferð ekki með puttan í eldinn, þú manst það, þá brennur þig. Svo byrjar að lesa þessa bók. Jeremía, aha. Jobsbók, aha. Og hvað? Vaff Mósebók, er það ekki 5. Mósebók? Glæsilegt. Svo fyrir við alveg hinga maður, vá. Og þá erum við komin í Lúkas. Lúkasar Guðspjall. Nú erum við konir í okkar deild og nú skulum við hlusta á það sem að Lúkas vill við okkur segja. Og svo framvegis. Af því við tileirum nýjum sáttmála. Við vorum vonlausir, minn kæri vinur, voru að athuga það, á meðan að bara var til gamli sáttmáli. Því hann var ekki fyrir okkur, hann var fyrir gyðingana. Svo horfði Kristur yfir allan heiminn og sagði ég verða líka að ná í hina. En það gilti ekki að nota þennan vegna þess að hann var að fyrirmælum Guðs fyrir gyðingana. Þannig ef við skoðum þetta þeim augum, sjáum við, hann varð að búa til annan til að geta uppfyllt þetta og komið svo með þetta nýja. Í dag er hann úreltur. Við veitum alveg hvað orðið úreltur er. Það er eitthvað sem er ekki í gildi. En hérna ef við ekki að stoppa núna, ég trúi því að þetta hefur einhver svona boðskapur í þessu, kertin, ég má ekki setja puttan í eldin, það er ekki gott. Man lærir með aldrinum. En Konráð kveður og heldur þessu góða verki Drottins áfram og kannski gerum við bara eitthvað meira af þessu, hver veit, akkur ekki. Þetta er skemmtilegt viðfang. Kannski fæ ég eitthvað með mér hérna við borðið og við ræðum þessi mál bara undir 4 augu og ykkar augum líka. Hugmynd, bang, bless.